Svo það óþol sem sífellt fleiri þjást af, óþol fyrir stjórnmálum. Nenna varla að heyra á þau minnst. Þetta alþjóðleg þróun og besta leiðin til að sporna við henni að hleypa almenningi að ákvarðanatökunni. Við fjöllum lýðræðismál í kvöld. Og víkjum okkur að lýðræði. Traust almennings á stjórnvöldum hefur minnkað jafnt og þétt síðustu áratugi. Á Íslandi það nú í sögulegu lágmarki. Áskorun 21. aldarinnar að auka lýðræði með beinni þátttöku almennings. Breskur prófessor í stjórnmálafræði segir það bestu leiðina að aukinni sátt, betri stjórnmálaumræðu og réttlátara samfélagi. En almenningur virðist hafa lítinn áhuga á að taka þátt. Einar Þorsteinsson og Jón Egill Bergþórsson fjalla í kvöld og annað kvöld lýðræði í kreppu. Það var engin heiðursvörður við setningu Alþingis í dag. Í staðinn voru alþingismenn grýttir. En þegar aðeins 10% landsmanna treysta Alþingi, þá velti maður því fyrir sér. Hvaða heiður ætti svo sem að standa vörðum? Síðustu áratugi hefur bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu jafnt og þétt dregið úr trausti á hinu lýðræðislega ferli, stjórnmálamönnunum, stjórnmálaflokkunum og lýðræðisstofnunum eins og þjóðþingum. Á Íslandi hefur sama þróun orðið, en í hruninu þá mistu landsmenn nánast alla trú á Alþingi. Aðeins 10% bera traust til stofnunarinnar 3 árum síðar. Þessa dagana mótmælir fólk í þúsundatali allan heim, meðal annars vegna þess að það telur að stjórnvöld gæti frekar hagsmuna fjármálakerfisins en almennings. Þessi skoðun á sér mikinn hljómgrunn hérlendis. Mér finnst þetta bara ákaflega dapurlegt svona hvernig umræðan og hvernig hún búin að vera í tíðina. Svona, já, einkennist alltaf svona upprópunum og látum og eins og ekki hægt að ræða neina hluti í viti, málþóf og eitthvað svona kjartaði. Það er svo, ég veit ekki, eins og fólk sé bara ekkert að vinna neitt skipulega eða þetta skilar ekki neinu. Og lýðræði, það er eitthvað sem við sjáum bara í sögubókum, sko. Þetta er náttúrulega ekki lýðræði að 9% þjóðarinnar enda nógu veruleika fyrir líka til að styðja þetta fólk inni, en það þýðir að 91% vilja þau út. Það lýðræði? Það er alltaf undarlegt lýðræði. Ert þú komin leið á stjórnmálum? Já, eiginlega, ég hættur að nenna að lesa þetta svona hrundkjaftaðin sem maður gerði fyrst. Það er alveg sama hvað þjóðin segir, það er alveg sama hvað eru spurðað. Þau algjörlega neita svarið og fólk orðið svona, eins og ég var að tala við kunningja minn í vikunni og hann sagði, það er eiginlega nóg að heyra bara Alþingi og þá verður maður pirraður, svolítið deprimeraður. Þetta segir fólkið sem stendur fyrir utan Alþingi á meðan setningarathöfninni stendur, en á sama tíma innanhús. Það einhvern veginn eins og stjórnmálamenn séu ekki í tengslum við almenning. Mér finnst við bara þurfa hér mikla breytingar og ég ekki hérna endilega til þess að skipta ríkisstjórn. Ég vil bara miklu meiri breytingar en það. Það þarf bara að stokka upp alveg frá toppi til táar. Þótt að sé slatt af fólki hérna á Austurvelli í dag augljóst að stærstur hluti almennings ekki hérna. Ef að 90% almennings treystir ekki fólkinu hérna á Alþingi, af hverju það þá ekki hér? Það ekki skilan hennum árangri hingað til. Þessi mótmæli. Það ekkert að ske í þessu þjóðfélagi. Ekki nokkuð skapaða hluti. Og þessi búsáhaldabylting, hún engum skila. Bara þetta orðið nóg í 3 ár. Ég bara hafði annað að gera. Sem sagt, traustið farið og langflestir gera ekkert í því. You'd be quite nervous about a system that lost such legitimacy and such senses of engagement on the part of citizens themselves. Certainly if I am a democratic citizen of Europe, I want to try and see if I can actually restore people's faith in politics, because in the long run it's got to be healthy for us to actually believe that the democracy we believe in can be delivered through the politics that actually puts that in place. Jerry Stoker höfundur verðlaunabókar mikilvægi lýðræðis sem ber nafnið Why Politics Matters. Í tilefni 100 ára afmælis Háskóla Íslands var hann á dögunum fenginn til að kenna námskeið lýðræði við stjórnmálafræðideild Háskólans. I think people have now moved way beyond being simply critical
and are now just cynical. And I think cynicism is a very negative emotion. It both, I think, discourages people from investigating issues and looking at issues properly themselves and stops them engaging. Because cynicism leads very quickly to fatalism and the view that it's just pointless, you can't change anything. And that would be really damaging in a democracy. Stoker heldur því fram að ógagnsæi í ákvarðanatöku, lélegur árangur og umræðuhefð stanslausrar kosningabaráttu skýri að hluta til óþol almennings fyrir stjórnmálum. Imagine you went to visit a doctor and you got some diagnosis of your concern, and then immediately as you walked out of the surgery there was another doctor standing by saying what that doctor's just said is complete rubbish, and I wouldn't take a word of it if I was you seriously, and the only reason they said it was because the drug companies said that was the drug that they should prescribe. It would clearly undermine your faith in doctors, and I think one of the things that politicians do now in engaging in perpetual campaigning is that they undermine people's faith in politics by perpetually attacking each other all the time. It's a very peculiar situation. Að slá fram slíkri fullyrðingu án þess að færa. Ég ætla að vona, frú forseta, við þurfum ekki að standa hér, endurtaka hér bjöllusólóið frá því sumarið 2009. En fjölmiðlar bera einnig ábyrgð. But on the whole, because I think the media has only got a certain amount of time and space to discuss and deliver issues, it tends to go for the most controversial, tends to go for the most negative, tends to go for the focus on the personality rather than the underlying issues. And I think that creates a rather kind of, a kind of political debate that generates far more heat than it does light, and I think it takes away from some of the democratic process, and in the long run I think is a potential turn-off from people who might want to engage in a more serious reflection about the choices that our societies face. Ég eiginlega bara hætt að lesa blöðin og liggur við að hætta að fylgjast með fréttum, sko. Þetta alltaf það sama, þetta alltaf gangi í hring bara og maður það aldrei lausnir á neinu, þetta alltaf sama sagan bara. Stoker heldur því fram að opna verði hið lýðræðislega ferli og auðvelda þeim borgurum sem vilja að taka þátt. En ekki fólk bara komið upp í kók af því að stjórnmálamennir virðast sama hvað tautar og raular alltaf eiga síðasta orðið? Well, I think so. I think that you could point to there being evidence that people have become so turned off politics that they've just given up. But I think the counter-argument is that actually there are now substantial issues confronting all of our societies which are going to need a very strong, effective, collective response, whether that's issues in relation to the financial crisis, issues in relation to the environment, issues in relation to the recovery of our economies, or issues in many other countries in terms of social cohesion. Those are all substantial issues which are going to require a collective response. So I think that the easy answer is but I don't think it's going to be an answer available to us over the next 2 decades. We're going to have to get engaged because I think there are big changes confronting our societies that require our collective choice and collective discussion. Á Íslandi hefur svo sem margt verið reynt til þess að draga fólk að borðinu. Í næsta einslagi ætlum við að fjalla það hvað hefur verið reynt, af hverju það gekk ekki og hvað við getum gert betur til þess að ljá þessu fólki og öllum hinum sterkari rödd.